fjármála- og efnahagsráðherra, ágæta starfsfólk NTÍ og aðrir góðir gestir. Ég býð ykkur öll hjartanlega velkomin og set með því þennan ársfund Náttúruhamfaratrygginga Íslands árið 2025. Við setningu síðustu ársfunda NTÍ hef ég nú í ávarpum mínum sem stjórnarformaður einhver nota tækifæri til þess að fjalla þá atburði á sviði náttúruhamfara sem að stofnunin hefur verið að glíma við. Þar á ég auðvitað einkum við málefni Grindavíkur sem að hafa verið fyrirferðarmest en einnig aurskriðurnar á Seyðisfirði og fleiri atburði sem að hafa rekið á okkar fjörur. En það sem það má kannski segja að flest hafi verið sagt sem hægt að segja atburðinn á Reykjanesskaga og ekki síður í ljósi þess að við höfum fengið nýjan fjármála- og efnahagsráðherra frá síðasta ársfundi sem að heiðrar okkur hér með nærveru sinni sem við erum afar þakklátt fyrir, svo það sé sagt, að þá ætla ég að nota tækifæri til þess að fara nokkrum orðum eignir og fjárhagsmálefni stofnunarinnar svona í samhengi við þessa atburði. Ég held að það sé megi segja að atburðirnir í og við Grindavík hafi sannað mikilvægi þess að hér á Íslandi hafi fyrir rúmum 50 árum verið komið upp skilvirku vátryggingakerfi eða öryggisneti sem hefur burði til þess að takast á við stórtjón þegar náttúruhamfarir verða og lögbundið verkefni Náttúruhamfara Íslands eru þetta það að veita þessa vernd og vera þetta öryggisnet. Og við sem að ábyrgð berum og höfum borið á stofnuninni, við höfum á síðustu árum reynt að kappkosta það að tryggja að eignastaða NTÍ ásamt þeim endurtryggingasamningum sem að við gerum við erlenda endurtryggjendur leiði til þess að stofnunin geti mætt afleiðingum gríðarstórra náttúruhamfara atburða og greitt tjónþolum bætur án aðkomu ríkissjóðs. Og þessu hlutverki tökum við sem að sitjum í stjórninni og þeir sem að stýra málefnum hennar afar alvarlega. Forsenda þess að þetta sé hægt að gera er auðvitað það að eignasafnið sé stórt og sterkt og að stjórn ávexti eignir stofnunarinnar bæði með ábyrgri fjárfestingastefnu og ekki síður traustri eignastýringu. Og ég ætla að leyfa mér að segja það að ég held að þessu mikilvæga verkefni hafi stofnunin sinnt býsna vel og að mikilli ábyrgð enda hefur virði eignasafnsins vaxið verulega á síðustu árum. Ég lét taka saman fyrir mig tölur til samanburðar og það má kannski geta þess að árinu 2010 þegar ég held að Hulda Ragnheiður hafi hafið störf hjá stofnuninni var virði eignasafnsins 15,3 milljarðar. Þegar ég kom að málum 2015 þá var virði eignasafnsins orðið 28,7 milljarðar en í árslok ársins 2023 var það 55,2 milljarðar. Og þetta eru auðvitað miklir fjármunir og ég þreytist ekki á því að nefna það, sérstaklega þegar stjórnmálamenn eru meðal áhorfenda að eignasafn NTÍ er auðvitað heilagur bótasjóður sem að þarf að vera til staðar þegar áföll verða. En á eignir stofnunarinnar hefur hins vegar gengið verulega vegna atburðina í Grindavík. Og á síðasta ári þá var 15 milljörðum úr sjóðnum varið til kaupa Þórkötlu á fasteignum í Grindavík og það sjá það allir að 15 milljarðar eru auðvitað mjög hátt hlutfall heildar eigna stofnunarinnar til viðbótar við þær tjónabætur sem að hún greiddi til fasteignaeigenda í Grindavík sem að urðu fyrir tjóni.
En hafandi sagt það, þá erum við hjá NTÍ þetta afar þakklátt þinginu fyrir að lögfesta tímabundna 50% hækkun iðgjalda til sjóðsins til þess að bæta þetta stóra skarð sem var hoggið í eignasafnið með þessari ráðstöfun. En þessir atburðir í Grindavík, þeir undirstrikaðu þetta mikilvægi þess að eignastaða NTÍ sé sterk og þeir undirstrika ekki síður mikilvægi þess að stjórnmálamenn standi vörð náttúruhamfaratryggingu Íslands og þá miklu vátryggingavernd sem að hún getur veitt landsmönnum þegar svona stór áföll verða, þar sem að tjón getur numið tugum milljarða. Og þetta segi ég vegna þess að maður hefur þetta kynst í sínu fyrra lífi mörgum stjórnmálamönnum sem að mega vart sjá sjóði án þess að seilast í þá og það er mikilvægt að þeir standist þá freistingu þó svo að það kunni að vera freistandi vegna einhverja þjóðþrifa mála á hverjum tíma. Þetta segi ég vegna þess að atburðir síðustu missera og ára sýna að mínu mati að þessir fjármunir verða að vera til staðar þegar á reynir og menn geta bara litið á þessi orð mín sem varnaðarorð vegna þess að það eru þau. Nú góðir fundamenn, við sem að höfum komið að stjórnun þessara stofnunar á síðustu árum, við höfum ítrekkað talað fyrir því að náttúruhamfaratrygging Íslands verði undanþegin greiðslu fjármagnstekjuskatts. Skattalöggjöfin virkar þannig og hefur þær afleiðingar að í hvert skipti sem NTÍ innleysir eignir úr eignasöfnum sínum til þess að bæta tjón þeirra sem að verða fyrir tjónum, þá þarf stofnunin að greiða fjármagnstekjuskatt í ríkissjóð vegna innlausnarinnar. Og þetta þýðir það að þegar NTÍ gekk á eignir sínar til þess að greiða Grindvíkingum bætur, þá fékk ríkissjóður hluta þeirra fjármuna sem að teknir voru af eignasafninu. Þannig að það má segja að öllum þessum greiðslum að þá hefði ríkissjóður fengið sitt. Og ég svo sem ekki núna með í höndunum nákvæmar upplýsingar það hversu mikinn fjármagnstekjuskatt NTÍ hefur greitt samtals til ríkissjóðs vegna atburðina í Grindavík, en til þess að setja þetta í samhengi og stærðarsamhengi þá getur þó sagt það að á síðustu 2 árum þá hefur NTÍ greitt milli 800 til 900 milljónir í fjármagnstekjuskatt á ári. Og þetta eru þetta verulegir fjármunir og þrátt fyrir það að við höfum heyrt þá möntru að flestir vilji auðvitað losna undan því að greiða skatta, þá erum við í stjórn NTÍ og höfum verið einhuga það að þessir miklu fjármunir ættu frekar að varðveitast til ávöxtunar í sjóðum stofnunarinnar frekar heldur en að þeir renni í hítina eins og nú er. Og í því sambandi þá finnst mér rétt að nefna það að NTÍ er auðvitað ekki hagnaðardrifið fyrirtæki, heldur veitir stofnunin samfélagslega vátryggingavernd, ef svo má segja. Og þess vegna er engin ástæða til þess að ætla það eða hafa áhyggjur af því að þessi fjármunir renni í eitthvað annað eins og arðgreiðslur. Og ég nefni það líka að NTÍ var áður og í upphafi undanþegið greiðslu fjármagnstekjuskatts eins og ýmsar aðrar stofnanir sem að ekki eru reknar á markaðslegum forsendum eins og til dæmis Lánasjóður íslenskra námsmanna og Lánasjóður sveitarfélaga. Og einhverju sem eru hérna inni þeir vita það að þetta er ekki fyrsta skipti sem ég legg á það áherslu fyrir hönd stofnunarinnar að þessi skattheimta verði lögð af í hennar tilviki, en ég geri það núna aftur í þeirri von að beiðnin verði tekin til alvarlegrar skoðunar innan ráðuneytisins. Það hafa forverar núverandi ráðherra ekki gert. En góðir fundamenn, ég ætla nú ekki að hafa þetta lengra. Ég ætla þó að lokum að þakka stjórnarmönnum, bæði aðal- og varamönnum, fyrir mjög ánægjulegt og gott samstarf á þessu ári. En ég vil sérstaklega fyrir mína hönd og stjórnarinnar þakka Huldu Ragnheiði
og öllu hennar starfsfólki hjá NTÍ og auðvitað okkar samstarfsaðilum á síðustu árum og misserum sem ekki síst verkfræðistofurnar í landinu og ýmsir ráðgjafar sem að hafa komið að þessum atburðum öllum vel fyrir ákaflega vel unnin störf í okkar þágu og stofnunarinnar. Það engum blöðum það að fletta að þessir tímar hafa verið krefjandi og erfiðir og við sem erum í stjórninni við höfum alveg tekið eftir því og við vitum það að starfsfólkið okkar það hefur staðið sig frábærlega við að leysa öll þau verkefni við erfiðar aðstæður og við viljum þakka kærlega fyrir það. En dagskrá fundarins sú að næst mun Daði Már Kristófersson, fjármála- og efnahagsráðherra, flytja hérna ávarp. Þegar því lokið mun Hulda Ragnheiður Árnadóttir forstjóri fara yfir helstu tölur úr ársreikningi og ársskýrslu stofnunarinnar og að lokum mun flytja hérna erindi góðvinur okkar Magnús Tumi Guðmundsson áhættu vegna eldgosa og hraunrennslis í þéttbýli á Íslandi, áhugavert erindi og ég gerir ráð fyrir því síðan að við slítum fundi eigi síðar en klukkan 1. Þannig að það nú svona tímamörkin sem við höfum. En gjöra svo vel ráðherra og takk fyrir að koma og vera með okkur. Góðir fundargestir, það mér sönn ánægja að vera hér á ársfundi Náttúruhamfaratryggingar. Ég lét það verða eitt af mínum fyrstu verkum þegar ég tók við embætti að heimsækja stofnunina. Hún mjög mikilvæg, gegnir ákveðnu lykilhlutverki í samfélagi sem býr við annað eins nábýli við náttúruna og Íslendingar gera. Þegar ég hef verið á blaðamannafundum eða fundum með erlendum blaðamannum eru þeir oft mjög uppteknir af því að ræða þær ógnir sem Íslendingar búa við og mikla þær mjög fyrir sér. Tilfellið að við höfum bæði með góðu, vönduðu vísindastarfi, innviðum eins og náttúruhamfaratryggingum og síðan mikilli samstöðu þjóðarinnar gengið í gegnum ýmis áföll en staðuðu af okkur. Náttúruhamfaratrygging auðvitað lykil innviður í þeim viðnámsþrótti sem að svo mikilvægt að íslenska þjóðin búi yfir. En í þessari heimsókn í janúar, ekki rétt Hulda, þá fékk ég mikilvæga innsýn í áskoranir vegna tjóna af náttúruhamförum og eins og Sigurður Kári vékaði í sínu erindi að þá auðvitað náttúruhamfaratrygging núna að ganga í gegnum eina af þessum sjaldgæfu stóru atburðum sem eðli málsins samkvæmt hafa áhrif á rekstur sjóðsins og vekja jafnframt spurningar framtíð og þróun þessa fyrirkomulags. Það meiri óvissa sem umkringir íslenskt samfélag núna en hefur verið nokkurt skeið. Sumar þeirri óvissu höfum við lítið að segja, svo sem eins og óvissu á alþjóðavettvangi sem að auðvitað gerir það verkum að mitt starf allnokkuð krefjandi en meira krefjandi en ég hefði óskað. Það eru þá aðilar í embættum út í heimi sem taka ákvarðanir sem við einfaldlega verðum að bregðast við. En í grunninn það líka þetta nábýli við náttúruna og náttúruöflin sem skapar óvissu í íslensku samfélagi sem fæst önnur samfélög í heiminum þurfa að búa við. Þetta auðvitað ekkert nýtt, við höfum búið við þetta lengi, suma atburði vitum við að við eigum von á með reglubundnu millibili, jarðskjálfta en jafnframt eldsumbrot. Og nú lítur út fyrir það að hafið sé umbrotaferli, Magnús Tumi leiðrétti mig bara ef ég má ekki halda þessu fram, á Reykjanesi að nýju sem væntanlega mun standa miklu mun lengur en við höfum tækifæri til þess að fylgjast með, þar að segja í áratugi eða 100. En þýðir auðvitað að við stöndum frammi fyrir krefjandi verkefnum á sviði náttúruhamfara viðbragða og þar með trygginga.
Til viðbótar því vitum við að við megum reikna með einhverjum áhrifum vegna loftslagsbreytinga og þær munum við líka þurfa að takast á við. Sigurður Kári nefndi í sínu inngangserindi skriðuföll, en þau hafa auðvitað verið óvanaleg upp á síðkastið og þar til viðbótar koma áhrifin af hækkun sjávarborðs. Ég held að það sé þess vegna mjög mikilvægt að við spyrjum okkur reglulega þeirra spurningar hvort að heppilega sé staðið að öllu því öllum þeim viðbúnaði sem við höfum komið okkur upp. Ég get hughreyst Sigurð Kára með því að þessi ræða mín og almennt viðhorf ætti að róa nokkuð í því að ég muni nokkuð tímann seilast eða leggja til að seilast í fé náttúruhamfaratryggingar, það mun ekki gerast á minni vakt. En við þurfum að spyrja okkur spurninga það hvort að svo umgjörð sem við höfum komið okkur upp sé svo rétta, hvernig þróum við hana áfram þannig að hún nýtist okkur sem best í heimi þar sem að við þurfum að búa við ógnir sem eru af ýmsum uppsprettum. Þetta á jafnt við forvarnir og viðbrögð. Hvernig ætti stofnanaumgjörðin að líta út? Hvernig ætti lagaumgjörðin að líta út? Nægur skilningur í íslensku samfélagi og þekking á verkaskiptingu og skyldum og heimildum þegar kemur að því að bregðast við afleiðingum náttúruhamfara. Nú vill þannig til, og þetta kannski það fallegasta sem hægt að segja íslenska stofnanaumgjörð, að svona grundvallar hugmyndafræði íslensks samfélags að redda hlutunum hjálpar okkur mjög mikið og viðbrögð geta verið geysilega hröð þegar á því þarf að halda. Aldrei verði ég eins fullur aðdáunar á íslensku samfélagi en einmitt við slíkar aðstæður. Skiptir þá litlu máli hvort að ræða heimsfaraldur, þar sem hægt var að snúa heilu stofnanastrúktúrunum á hvolf á örfáum dögum og bregðast við nýjum raunveruleika eða meiri háttar jarðhræringum eins og áttu sér stað í Grindavík. Þetta styrkur. En við þurfum líka að læra af hverju umferð af slíkum breytingum og búa okkur undir hvernig við getum betur brugðist við þegar að einhvers konar ófyrirséðir atburðir dynja á að nýju. Ég ekki að boða neina byltingu. Ég ekki að boða neitt annað heldur en heilbrigt, uppbyggilegt samtal sem náttúruhamfaratrygging mun að sjálfsögðu verða virkur þáttakandi í það hvernig við þróum þessa umgerð þannig hún þjóni hlutverki sínu sem best, traustið á henni sé sem mest og get hennar til þess að bregðast við sem mest. Mér langar að lokum til að taka undir orð Sigurðs Kára og þakka stjórnendum og starfsfólki náttúruhamfaratryggingar en jafnframt stjórn náttúruhamfaratryggingar fyrir vel unnin störf og hlakka til samstarfsins á komandi árum. Takk fyrir. Já, komið öll hjartanlega velkomin. Hulda Ragnheiður heiti ég, forstjóri náttúruhamfaratryggingar. Ég þakka þér ráðherra kærlega fyrir þitt innlegg og traustvekjandi málflutning. Ég hef fundið mjög vel fyrir því að það mikill vilji til góðs samstarfs við stofnunina það sem að framundan og það alltaf mjög mikilvægt að sjálfsögðu að taka hvern og einn atburð sem á sér stað og nýta til lærdóms og framfara. Þannig að við erum svo sannarlega til í það verkefni sem að framundan Ég ætla að tala hérna stuttlega svona lykiltölur úr ársreikningi frá 24 og hann liggur hérna í fullri útgáfu á borðunum í örfáum eintökum en þessi atriði sem ég ætla að fara yfir eru að finna líka í ársskýrslunni sem að liggur líka fram á borðum. Það full ástæða til þess að skýra þessar risatölur sem að í þessum ársreikningi birtast og sýna alls ekki með augljósum hætti
raunverulega stöðu stofnunarinnar að mínu mati, en nýjir reikningsskilastaðlar sem að kallast IFRS og þessi sérstaki staðall númer 17 sem að hefur dálítið mikil áhrif á það hvernig við þurfum að setja reikningin fram. Og ef þið sjáu þarna tekjurnar þá námu tekjur af vátryggingasamningum 5,2 milljörðum samanborið við 4,7 árið á undan og það heilbrigð 10,9% hækkun sem skýrist fyrst og fremst á brunabótamati og fjölgun húseigna. Kostnaður af vátryggingasamningum hins vegar, hann jákvæður á árinu 24 upp á 10,3 milljarða samanborið við neikvæða stöðu upp á 26 milljarða árið á undan og þið sjáu að þetta eru gríðarlegar breytingar sem að verða þarna á milli ára. En við gerð ársreiknings fyrir árið 23 þá þurfti að áætla líklegt heildartjón vegna atburðina sem voru í Grindavík. En á þeim tíma hafði matsmönnum aðeins gefist takmarkað svigrúm og tími til þess að leggja raunverulegt mat á það tjón sem þarna hafði orðið, enda aðgangur að svæðinu mjög takmarkaður og mikil vinna sem var eftir þegar verið var að vinna ársreikning fyrir árið 2023 áður en að hægt var að sjá einhverjar endanlegar fjárhæðir. Á þessum tíma þá var gert ráð fyrir að fjölmörg hús gætu að hafa orðið fyrir altjóni sem að síðan kom í ljós að reyndust lítið skemmt og jafnvel án bótaskylds tjóns samkvæmt lögum NTÍ. Það var lögð áhersla á að leggja fram besta mat á tjóninu á þessum tíma sem að þarna var gert og síðan þarf að bæta við ákveðnu öryggisálagi sem upp á heil 90% í þessum IFRS staðli sem við erum að vinna eftir og þetta gaf okkur niðurstöðu upp á áætlað heildartjón væri 26 milljarðar króna en hlutdeild endurtryggjenda í þeirri tjónafjárhæð var áætluð ríflega 15 milljarðar og það skýrist af því að fyrstu 10 milljarðarnir af hverju tjóni greiðast af stofnuninni en samkvæmt endurtryggingasamningum þá koma síðan endurtryggjendur og taka við fyrir ofan það og þarna var að ræða tvo atburði, annars vegar jarðskjálftaatburð og hins vegar eldgosaatburð. Jarðskjálftaatburð með áætlað tjón yfir 10 milljarðana, þess vegna borgar NTÍ fyrstu 10 í því og síðan var líka eldgosatjón sem var þarna upp á rúman milljarð í framhaldi sem var þarna í janúar 2024. Það voru sem sagt gjaldfærðir 11 milljarðar á árinu 2023 vegna atburðana í Grindavík. Í lok árs 2024 var síðan komin skýrari mynd á áætlað heildartjón í Grindavík og því hefur áætlað tjón að meðtöldu óvissuálagi verið lækkað 10,3 milljarða sem færist sem tekjur af vátryggingasamningum og þá lækkar krafan á endurtryggjendur sem því nemur. Þannig að í staðinn fyrir að vera með tæplega 16 milljarða kröfu á endurtryggjendur erum við komin niður í það bil 6 milljarða kröfu á endurtryggjendur. Þetta má skoða nánar í skýringu númer 4 í ársreikningnum ef einhver vill kafa dýpra í þetta. Afkoman af endurtryggingasamningum var neikvæð 12,3 milljarða samanborið við jákvæða afkomu árið á undan sem að þá var 14,3 milljarðar. Þessi breyting einnig vegna þessarar áætlunar sem varð að gera í lok árs 2023 á meðan að óvissan var enn mjög mikil í Grindavík. Þá voru ríflega 15 milljarðar af þessari 26 milljarða tjónaskuld færð sem krafa á endurtryggjendur þar sem að samningarnir við þá gera ráð fyrir því að samningurinn við þá virkist þegar NTÍ hafi greitt 10 milljarðana sína. Þegar skýrari mynd komst á líklegan kostnað vegna atburðarins lækkaði áætluð hlutdeild endurtryggjenda og þá þurfti að lækka þá fjárhæð sem reiknað var með að myndi falla á endurtryggjendur 11,5 milljarða sem að gjaldfærist samkvæmt reikningum hjá NTÍ.
Þetta gefur okkur þá niðurstöðu að afkoma vátryggingasamningana sýnist jákvæð 3,2 milljarða samanborið við 7 milljarða króna tap árið á undan. Hreinar fjármunatekjur námu 4,5 milljörðum samanborið við 3,9 milljarða árið á undan, en fjármunatekjurnar eru vegna gangvirðisbreytingar á verðbréfasafni NTÍ og vaxtatekna af handbæri fé. Og þetta má sjá nánar í skýringu nr. 6. Fjármagnstekjuskatturinn hann nam 983.000 samanborið við 848.000 árið á undan, en skatturinn reiknaður af heildarfjármunatekjum ársins og í skýringu 15 sést nánar útleiðslu á fjármagnstekjuskattinum og skuldbindingunni sem NTÍ með vegna fjármagnstekjuskattsins. Heildarhagnaður ársins nam því 6,6 milljörðum króna samanborið við 4,1 milljarða tap árið á undan. Þessi mikla breyting á útreikningi tjónaskuldar á milli ára hefur þau áhrif að samkvæmt ársreikningnum lítur út fyrir að NTÍ sé að hagnast verulega á árinu 2024 sem að lítur nokkuð skringilega út að mínu mati, en reyndin sú að það bara verið að bakfæra þá varúðarfærslu sem var sett inn vegna þessara miklu óvissu árið 2023. Áramót var búið að greiða 5,9 milljarða í tjónabætur vegna tjóna af völdum atburðanna í Grindavík sem hófust í nóvember 2023, en uppfært mat á áætluðum tjónum að teknu tilliti til óvissuálagsins samkvæmt reikningsskilastöðlum IFRS 17 nemur 13,7 milljörðum. Ef við förum svo í efnahagsreikningin, þá námu heildareignir 50,8 milljörðum samanborið við tæpa 76 milljarða árið á undan. Og þetta þýðir að eignir stofnunarinnar að lækka 25 milljarða á tímabilinu. Heildarfé nam 1,2 milljarði samanborið við 4,4 árið á undan og fjáreignir á gangvirði í gegnum rekstur námu 46 milljörðum samanborið við 56,4 árið á undan. Þrátt fyrir að verulega fjármunatekjur hafi fallið til á árinu lækkun bæði handbærs fjárs og fjáreigna og það skýrist fyrst og fremst af útgreiðslum vegna tjóna upp á tæplega 6 milljarða, en ekki síst vegna þessara 15 milljarða útgreiðslu til Þórkötlu fasteignafélags sem var tekin ákvörðun með lagasetningu. Endurtryggingaeignirnar þær námu 3,6 milljörðum í árslok samanborið við 15,1 milljarð árið á undan og lækkunin á reiknari kröfu lækkunin eins og ég hef nefnt tengt lækkun tjónaskuldar á milli ára og því að ræða lækkun á reiknari kröfu og endurtryggjendur. Eigið fé lækkar því úr 49,8 milljörðum árið 2023 í 41,4 milljarða árið 2024 og skuldir námu 9,4 milljörðum samanborið við 26,2 milljarða árið á undan og að lækka 16,8 milljarða á milli ára og svo breyting skýrist af lækkun á áætluðum ógreiddum tjónum ásamt öryggisálagi í árslok 2024. Ég vona að þetta hafi skýrt svona aðeins þessa stöðu fyrir ykkur og ég ætla ekki að kafa dýpra í þetta en það má sjá ágætis skýringar í þessu í ársreikningnum sem að svona hjálpa ykkur betur að átta ykkur á því heldur en sjálfur ársreikningurinn. Núna finnst mér orðið eiginlega skýrara að lesa skýringar í ársreikningum heldur en aðalreikningin. Það orðið svona svolítið skringilegt. En mér langar til að nota þetta tækifæri til að bæta aðeins við í þennan hrósbanka sem búið að stofna hérna í púltinu. Og mér langar til að þakka öllum þeim sem eru hérna inni vegna þess að allir sem voru boðnir á þennan ársfund eru kærir samstarfsmenn okkar í NTÍ með einum eða öðrum hætti. Mér langar til að þakka tryggingafélögunum alveg sérstaklega fyrir frábær viðbrögð og stuðning þegar flóðatjónin urðu hérna núna á fyrri hluta þessa árs og við fórum þess á leit við félögin að þau myndu
koma inn og hjálpa okkur í matinu á þessum flóðatjónum út á Granda og víðar, þannig að við gætum haldið sjó með okkar matsmenn í öðrum málum til þess að þau myndu ekki tefjast, og við fengum einstaklega hlý og góð viðbrögð sem að mig langar að þakka mjög mikið fyrir, og það skiptir gríðarlegu máli í svona starfi eins og við erum í, þar sem að við erum í svona ýmist að vera lítil og nett stofnun, eða við þurfum að belgjast út og vera í samstarfi mjög marga verktaka og fyrirtæki, hversu mikill velvilji í raun ríkir í garð stofnunarinnar. Þannig að samstarfi ráðuneyti, samstarfi tryggingafélög, samstarfi eignastýrendur sem að þurftu ofta að bregðast hratt við núna, Seðlabankann, bara ég ætla ekki að reyna að telja upp alla sem að hér eru inni, en þetta hefur verið einstaklega ánægjulegt, og ég myndi halda að svona niðurstaðan úr öllum þessum svona hamagangi sem hefur gengið á núna síðustu 2 ár segir mér að við búum yfir einstökum mannauði af fólki sem að starfar í þessum geira, og fyrir það erum við mjög þakklát. Og mér langar til að þakka fyrir mig og bjóða Magnúsi Tuma að koma hérna með enn einn áhugaverðan fyrirlesturinn fyrir okkur, sem að hann hefur bæði verið hér áður á ársfundi fyrir okkur, og eins við fengið hann í lið með okkur til að kynna upplýsingar sambærilegar þeim sem að þið eruð að fá núna á fundinum fyrir endurtryggjendum, sem að hefur verið mjög dýrmætt og hefur hjálpað okkur að halda þó því trausti sem að hægt að halda við endurtryggjendur í þeim aðstæðum sem að við búum í núna. Takk fyrir. Já, komið þið sæl og takk fyrir að bjóða mér að vera hérna hjá ykkur og tala svona það sem að hefur svona verið, menn hefur verið að velta dálítið fyrir sér núna síðustu misserinn, og kom upp í samtali eða vinnu með varðandi endurtryggjendur, því að það kom nú upp þegar að Grindavík varð fyrir þessum áföllum þarna í nóvember, að þá var nú greinlegt að sumir töldu Ísland væri nú bara ekki á vetur setjandi, og hér það væri þarna fyrir 50 árum þá hefði hraun lagst yfir einn tiltekinn bæ og nokkur undir hús farið, og núna væri Grindavík ennþá svipaðri stærð, og að leggja peninga eða tryggja slíka staði væri ekki skynsamlegt. Og nú en Hulda og Jón Orr var mjög kapsamlega því og með aðstoð annarra til þess að svona sýna hver raunverulega staðan er, og að Grindavík og Vestmannaeyjar eru ekki alveg dæmigerð fyrir Ísland, og nú ég mun svona fjalla þetta varðandi þéttbýlið og hraunahættu og eldgos, og við skulum svona byrja á þessu. Þetta eru myndir af eldónum í Grindavík, á Suðurhúsgíga röðinni. Nú ég ætla bara svona að renna hratt yfir eldvirkni á Íslandi og hvað hætta hraunrennsli. Svo ætla ég að fjalla svolítið Reykjanesskagann, jarðfræðileg einkenni, tengsl og nálægð við þéttbýli og virknina síðan 2021 og svona hvernig þetta lítur út. Og svo aðeins hraun og byggðir á Íslandi og koma aðeins að svæðum sem eru berskjölduð og svo svæði sem eru að mestu leyti utan hættu. Og nú ef við skoðum svo, þetta eru svona þessir staðir sem að svona gerðu endurtryggjendur dálítið, leist ekkert á blikuna að fyrir 50 árum rann hraun þarna og þessi barátta við Vestmannaeyjar, og svo þessi ógn við Grindavík, og þessar myndir sýna náttúrulega mynd sem ég fann af Eyjarslóð, og svo myndir sem að úr þyrluflugi sem að maður hefur tekið þátt í til þess að meta aðstæður í upphafi gosa, og þarna Grindavík, og þetta virðist yfirleitt allt að gerast á nóttunni, og
það er mjög fallegt að horfa á hraunin renna á nóttunni en dálítið svona, maður hefur mjög blendnar tilfinningar, sérstaklega þess að ég á nú ættir að reykja til Grindavíkur og á fullt af skyldfólki þar og eitthvað smá tíma þar sem strákur. En ef við skoðum svo, þetta er jarðfræðikort sem ég tók af bara vefnum og þetta er Ísland og nú ljósu bleiku litirnir eru hraun sem runnið hafa á nútíma og þau yngstu eru ljósust og síðan eru hinn dekkri og þau sjáu það mestu raunin er í Ódáðahrauni og síðan eru það á Suðausturlandi og svo er þetta stórt raun sem rennur þetta sem teygir sig alveg til sjávar við svona suður af Selfossi og þar kemur því á eftir og svo Reykjanesskagi og nú þá er spurningin hvaða er örugt að búa á þessum stöðum. Já, það fer náttúrulega eftir hvernig maður metur þetta ef maður tekur svona hversu mikla líkur á eitthvað gerist á æviskeiði okkar á einhvern tilteknum stöðum, það er svona metur þetta svolítið. Ég myndi til dæmis ekki byggja mér sumarbústað á Mýrdalssandi og svo það er náttúrulega algjört grín sko, en það þarf að passa upp á svona því að það eru ótrúlega þetta þekki ég úr vinnu með Kjartani Þorkelssyni lögreglustjóra á Suðurlandi sem mikill frumkvöðull í mati á hættumati og eldgosamati að stöðugur þrýstingur að reyna að byggja á svæðum þar sem er ódýrt að byggja en eru kannski ekki sérlega góðir staðir og en svo við komum að þessu nú ef við byrjum hérna að hér er svona fyrsti staðurinn sem ég ætla að nefna það er Reykjahlíð í Mývatn á hrauni sem var til í Hverfellseldum fyrir 2600 árum og þetta er mjög fallegt á Mývatni og þessi hús er öll byggð á þessu hrauni og en er þetta ráðlegt? Þá myndi ég segja við búum á Íslandi ef við viljum ekki við getum ekki bara algjörlega lokað á okkur með það og þarna er náttúrulega bara byggð öldum saman og nú er sloppið og það rann hraun þarna á 18. öld þarna niður undir byggðina ekki í Kröflueldum og það er mjög litla líkur að nokkuð slíkt gerist næstu 100-200 árin svo ég myndi að telja þetta þarna var nú lítil hætta og þá ef hún kemur að þá einhver tími í framtíðin að þá verður bara að taka á því. Nú hér er nú svolítið stærri atburður, þetta er Selfoss, tekan sem dæmi og Selfoss er sko einn af þessum stöðum sem að er byggður á hrauni. Það hraun er svolítið eldra, 8600 ára, þetta er Þjórsárhraunið og þetta er meira en 100 kílómetra frá gígunum sem að mynduðu hraunið og þá má spyrja er þetta ráðlegt að búa þarna eða byggja þarna en það verður að segjast að líkur á svona stóratburð eru alveg ákaflega litlar. Það urðu mörg stórgos í lok síðasta jökulskeiði eða eftir jökulskeiðið, það var þrýstilétting þegar að jökullinn fór af. Ég veit ekki hvað margir hér hafa opnað kampavínsflösku. Þetta er alveg eins sko, það er bara þegar þrýstingurinn minnkar að þá sleppur það vill að frekar fara út en varðandi fargið þá er það þannig að suðumarkið, eða bræðslumarkið í berginu er hærra þegar þrýstingurinn er hærri. Þannig að þegar jökullinn leggst yfir að þá verður kvikan að bergið að hitna til þess að hitna aðeins meira þannig að kvikan sem myndast undir landinu verður heldur minni. Svo þegar jökullinn hverfur, hann hverfur mjög hratt miðað við hvernig þann tíma sem tekur hann að myndast, því að það verða snögg veðurbreytingar, þá skyndilega er bergið og það sem að bráðin verður undir landinu í möllinum, þá verður þá heitt og þá verður til mjög mikið að kviku og öll stærstu hraunin eru orðin til þannig og þetta er Þjórsárhraunið og það er langstærsta hraun sem að vitum á Íslandi, 25 rúmkilometrar eða svo og það er komið upp þarna inn á Veiðivötni eða þar slóðir
og rennur út í sjó við hérna og Stokkseyri og Eyrarbakkir og byggðir á þessu og flóin allur á þessu. Og líkur á þessu að þarna eitthvað gerist eru bara alveg sára litlar. Við berum þetta sama við staði þar sem eru svona blómlega byggðir og fellibyljir fara og þá þetta registrerar þetta alla. Þá ég ekki úr Ísland. Nú, ef við skoðum svo þéttbýlisstaði, þetta eru allir svona þéttbýlisstaðir, svona flestir eða allir sem eitthvað þeir eru merktir þarna með grænu, nema 2 og blái flöturinn eru svæði þar sem hafa það er svona umlykja þá staði þar sem hafa verið gossprungur á nútíma og það ná þarna hefur gosið og þið sjáu það þarna í raun og veru 2, það eru 3 staðir sem að kannski lenda inn á þessu svæði, það er Mývatn sem að Reykjahlíð og þar það er Grindavík og það er Vestmannaeyjar og nú það er af þessum og hérna eru þau svæði eða það sem eru sem sagt það sem að gosvirknin verður Snæfellsjökull og Krafla og Askja Bárðarbungukerfið, Eldgjá, Laki, Hekla Vestmannaeyjar og þarna eru Grindavík og Vestmannaeyjar dálítið í sérflokki nú Mývatn aðrir þéttbýlisstaðir miklu fjær gossprungunum og þetta skiptir verulega miklu máli upp á að meta áhættuna og komum nú hérna að Reykjanesskaganum að þá höfum þetta Reykjavík, Kópavog, Garðabæ, Hafnarfjörð 240.000 manns eða var það minnst í haust þegar ég var að tekka á þessu, kannski aukist Reykjanesbærinn 22.000, Vogar 1.800, Grindavík 3.600 og Þorlákshöfn og nú ef við skoðum svo þetta nú jarðfræðikort sem ég nú svolítið svona kaotísk eins og þau eru en þið sjáu þarna litina þetta eru hraunin eru svona blá yfir í bleikt og bleiku eru yngst og svo eru þessi alyngstu eru rauð þetta er nú ekki alveg nýtt og svo eldra bergið mjög mikilvægt að horfa á það er þessi græni litur og ljósblái og brúni en þessi græni það er mjög mikilvægt þar hefur ekki runnið í milljón ár og það skiptir bara verulega miklu máli að ef við búum einhvers staðar þar sem hraun hefur ekki runnið í milljón ár þá eigum við að hafa áhyggjur einhverju öðru heldur en hraun og hérna það er bara þannig nú ef við skoðum þetta eru byggðakjarnarnir og þarna er Reykjanesbær Vogarnir og Reykjavík og þetta og Grindavík og Þorlákshöfn og þið sjáu að Grindavík og Þorlákshöfn og Vogar eru byggðir sem eru byggðar á nútímarhraunum og aðeins í Hafnarfirði líka. Og nú svona skaginn, gosvirkni á Reykjanesskaga og svo mynd svona svolítið að við séum að fara núna inn í eitthvað tímabil þar sem að kynslóð, við munum sjá svona eins og þetta verið síðustu árin, þetta verði bara svona næstu árhundruðin. Það er ekki svo. Þetta verður öðruvísi. Gosvirkni tímabilin á Reykjanesskaga, þetta eru síðustu 4.000 árin, það er nokkuð vel þekkt, það verður mjög mikil vinna verið unnin í að kortleggja þetta af jarðfræðingum, en það sem er svona virkastur í því núna er Magnús Á. Sigurgeirsson og Ísor og hann hefur aðstoðað mig og við sjáum merki Ísori þarna. Og þetta eru 3 síðustu tímabil og þau stóðu svona í 450 til 600 ár en meiri hluta þess tíma er ekki gos í gangi heldur tímabil á milli og þetta er svona á 1200 ára lota eða eitthvað svoleiðis og nýtt tímabil hófst 2021 og ef við skoðum þetta eru svona raunir sem eru mynduð 21 til 25 og svo eru þarna sjáðu hérna litina, þetta eru gosvirknin á tímabilinu 800 til 1240 og hver litur þar, þessi eldrauði, það eru 9 hraunin og hinni litir eru dekksti liturinn er fyrstu hraunin og svo þau nýjustu sem urðu til á 13. öld eru þessi sem eru yst á skaganum í eldvörpum og þar og eins og sjáið að það eru mjög fjarri því að gosvirknin þekja allan skagan
Hún nær mjög sjaldan til sjávar en þó líklegt að hún gerir það á einhverjum stöðum. Og svo sjáum við punktalínuna þarna, þessa hér, ég veit ekki hvort ég sjá, þetta sést ekki. En þið sjáum punktalínuna, það innan þessara línu sem að gossprungurnar sem hafa verið virkar á nútíma liggja. Og þetta skiptir mjög miklu máli, þið sjáum að þær liggja alveg að Grindavík. Það eini bærinn þar sem að gossprungurnar ná, en það hefum við séð það í tvígang gossprungur sem eru bara alveg í jaðrinu, sem betur fyrir mjög litlar. Og þarna eru byggðirnar, það er Reykjanesbær, Vogar og Reykjavíkursvæðið, Grindavík og þetta. Og nú þetta eru þessi gos á síðasta ári, þetta eru mjög tilkomumikil byrjun. Þetta hefur eiginlega komið okkur öllum á óvart hvað þetta eru gríðarlega kraftmikil byrjun á þessu. Það eru mesta reynsli sem hefur séð maígosinu og í fyrra 3000 rúmmetra á sekundu. Það er, ef við tökum sem rúmmetra, þá er það eins og það séu 8 Þjórsár að flæða fram. Þetta er svo stórt hlaup og það er ekkert sem stoppar þetta, en þetta rennur eins og vökvi og að því að rennur svo hratt og garðarnir sem hafa verið gerðir hafa sýnt það og þetta vekur athygli víða heim og svona án fordæma. Sú varnargarðavinna sem þarna hefur unnin og hefur bjargað Blálónu og náttúrulega sérstaklega Svartsengi og verulegum hluta Grindavíkur. Það er ekki fordæmi fyrir þess áður. Þetta þykir mjög merkilegt. Nú, en svo kemur þetta með hvernig hegða þessi gostímabil sér. Þetta er gosvirknin á Skaganum sem við sjáum hérna á þessu og þetta er síðasta tímabil og þá sjáum þið tímabil, þetta er nú ensku en þið skiljið það nú. Þið sjáum rúmmálið þarna á lóðréttaásnum, það er rúmmál kvikuna sem kemur upp í hverjum og þetta voru rúmir 2 rúmkilometrar sem komu upp á 450 árum síðast. Það er mjög dæmigert fyrir Skagan og bara svona til samanburðar að þá var gosið í Holurhrauni, það var jafn mikið sem kom upp þar á 6 mánuðum í því gosi eins og kemur á 3 öldum á Skagan. Þannig að þetta er ekki neinir gríðar atburðir eða mjög stórir atburðir í ljósi jarðsögu Íslands og hvernig hlutirnir eru miðbik landsins. En þið sjáu ljós hérna dökk appelsínugulu hérna fletina, þetta eru þau tímabil þegar virkni var í gangi og kannski voru þau miklu styttri, við höfum ekki sögu af þessu nema bara þarna í lokin. Kannski hefði þetta eins og núna, því að við erum komið jafn mikið efni eins og þarna er sett á 40 ár upp í fyrsta fasanum á þessari mynda, því það eru bara 1-2 aldursgreiningar, eins og við höfum fengið núna á síðustu 4 árum á Reykjaneskaga. Þannig að það má vel verið þetta hafi staðið miklu styttri tímabil og svo sjáum þið gulu tímabilin, þá er ekki neitt að gerast. Þannig að ef þetta hefði sér svipað eins og það hefur gert, sem að þá er viðbúið að þegar að þessum atburðum ljúki, þá má vel verið að komi 100 ár með engum. Við getum samt ekki verið vissu þetta vegna þess að ef við horfum á síðasta fasan sem er þarna milli kringum sitt hvorum megin árið 1200, þá var mjög stutt þarna á milli. En það voru ekki svona nærri eins þétt gos eins og við erum séð núna. Það var miklu lengra á milli gosana sem innan tímabilana. Við getum ekki útilokað þetta hoppi hugsanlega í Reykjanestána, en við höfum hins vegar engin merki í sögunu það að þetta var hoppað frá þessu 2-3 sprungur virkar í sömu hlínunni. Það er ekki útilokað en það er ólíklegt. Og það er Faradalsfjallið annars vegar og svo Sundhnúkaröðin og svo þriðja komi inn. Það er þá eitthvað sem við höfum ekki séð hefur sést í jarðsögunni þó sé ekki að útiloka Reykjanesið tikki inn. En það líklegast að þegar þessu líkur, sem gæti verið á næstunni, að þá komi hugsanlega 100-150 ár með yngri virkni á Skaganum. En þetta getum við ekki vitað, en þetta eru svona líkurnar með við söguna. Og hér sjáum við hvernig þessi virkni hefur verið. Þið sjáum þarna þessi 4 tímabil á Skaganum í milli 780 og 1240
og hversu mikið magn hefur komið upp og svo sjáið þið að þetta eru 4 tímabil, svo sjáið þið þetta sem þessi 4 ár sem eru komin núna, eða 3 ár, þetta er nú end árslok 2004, að þá eru þetta orðið bara eiginlega alveg það sami sem kom upp í fyrsta fasa eldana þarna kringum árið 800. Og hvað segir þetta okkur? Það er svona vísbending, það er líklegt að þetta sé komið á seinni hlutan, það er líka gliðnunin orðin svo mikil að það er viðbúið að það sé lítið eftir til þess að toga í sundur á þessum stað og en þannig að einsviðismyndin er að þetta sé bara þetta fjari út, það er enn að safnast þetta kvika inn en hún er svona ef við horfum á síðastu 1,5 árið þá fer hún mjög minnkandi. Þetta voru 10 rúmmetrar á sekundu fyrir hérna í nóvember 23 er núna 1 til 2. En það getur farið upp aftur þannig að þetta er alveg án ábyrgðar. En þetta er svona líkurnar og það er sem sagt þetta getur verið sem að sjá bara í blá enda núna. Ef við tökum meðaltalið þá eru kannski 2 gos eftir. Það getur þýtt 1 ári viðbót eða heldur svona áfram. Nú, svo getur, eða fer í sama eins og kom þarna í heiðmerkureldunum fyrir árið 1000, þá erum við komin hálfa leið. En það er ekkert sem að bendi til þess, en þetta er þarna óvissa. Mér þykir nú svona, já, við erum í seinni hlutanum, það er alveg, held ég að sé á hreinu. Nú, svo bara með þessa, hvað maður segja, hvers nálægð við hérna byggðir og þá er nú ágætt að horfa hérna á Reykjavíkursvæði og þið sjáið blái liturinn, það er þéttbýli, það er byggð. Rauði liturinn, þar er það sem hraun hafa runnið og síðan að jökla leysti og eins og þið sjá, og svo eru þarna svæði þar sem að eru sko dekkri litir í Garðabænum og þarna fyrir ofan Straumsvík og þar eru svona þar er byggð ofan á hraunum og hvernig lítur þetta út ef við byrjum nú á þessu hér þetta er Elliðaárdalurinn, þar er þetta hraun að þar er hraun sem rann fyrir tæpum 5.000 árum niður dalinn það eigum að vera mjög hrædd það, ég myndi segja ekki, því að miðað við það er svona það sem við getum gert í dag, þá er augljóst að við fengjum svipaðan atburð, það er mjög auðvelt að halda honum svona við Elliðavatnið eitthvað stað þar, að stoppa hann af. Ég held að það væri ljóst miðað við stærð atburðar sem er orðið á síðan að jökla leysti, að það á ekki að vera erfitt að verja þetta, ef þetta myndi endurtaka sig. Og svoleiðis en Reykjavík er að langmestu leyti utan hættusvæðis. Og minnsta fjarlægð frá gossprungu að byggður 5 kílómetrar. Nú, svo er það Hafnarfjörðurinn og Garðabærinn, þarna runnur hraun, Búrfellshraun rann þarna fyrir 7.000 árum, en það sem skiptir máli er það að síðan þá eru sprungurnar þarna hjallarnir, þetta er búið að síga þarna verulega mikið, þannig að það kemur hraun í dag þar, þá rennur það þarna eins og pílurnar sína, þá rennur það sem sagt til suðvesturs og svo niður í átt að sjó við það sem álverið og það. Þannig að það væri, held ég, mjög auðvelt að stoppa ef að þetta gerðist einhvern tíma í framtíðinni, þá væri mjög auðvelt að hemja það með garðagerð sem væri bara þannig að það færi ekki inn í Hafnarfjörðin, gamla Hafnarfjörð, það voru mjög auðvelt að stoppa það með því að setja garða sem væri kannski 10 metra háir eða eitthvað svoleiðis sem eru bara brota því sem er núna í Grindavík. Svo er það þessi stað, þarna notaði nú Rauðanhring, því að þetta er staðurinn sem er þarna hafur hraun runnið oftast út í sjó, það eru nafni minn, Magnús Sigurgeirsson segir að það sé minnst 7 eða 9 tilfelli sem að þarna hefur gerst og þetta er svona trekt sem safnar hraunum sem renna þarna út í sjó
Þarna vissulega álverið, en þarna hefur byggst upp mikil byggð og hún mjög berskjölduð. Mjög erfitt að verja hana með görðum vegna þess að garðar virka með því að beina hrauni frá en ekki sem stífla. Því að þá þarf að byggja svo gríðarlega háan garð til þess að halda hrauni þannig að búa til tjörn eða búa til nýtt landslag. Það ekki viðráðanlegt. Og svo að þetta nú svona kannski krítiska staðurinn. Og svo ætlum ég að súmmera hérna upp að lokum ef við skoðum áhættu á þéttbýlisstöðum á Íslandi og horfum til svona 1000 ára tímabils eða eitthvað svoleiðis og hver áhættan? Ég ekki minna það ekki sko, þetta ekki útreiknaða tölur sko, þetta bara svona mat og ég held að getum öll verið sammála það að hraunahætta á Vestfjörðum engin. Og stærstu hluti Vesturlands, Norðurland, vestan Skjálfandafljóts, Austurland, Suðusturland, engin hraunahætta. Og þetta grænu fletirnir sína byggðirnar, sína þéttbýlisstaðina. Nú mjög lítil, það ég held að þetta sé nú kannski út í hött að setja Húsavík þarna, mestu hluti Suðurlands undirlendis, það svona ekki útilokað en mjög langsótt. Lítil, þarna vissulega, sko, það Snæfellsnesi, það Snæfellsjökull og það allt þakið nútíma hraunum og það ekkert útilokað að það geti komið hraun og svo Hellisandur byggður á hrauni og svo framvegis og það svona ekki hægt að útiloka það. Ég held að allir að sofa mjög rólegir þar og svo Mývatn, sama þar en það fyrirveran alltaf langur og nú svo það Reykjavíkur svæðið, það svona fræðilegu möguleikin mjög lítið og svo náttúrulega kannski upp við Elliðavatn og svona, það eru staðir þar sem að hraun getur ógnað og svo Reykjanesbær að hann eiginlega alveg utan hættu og Keflavíkurflugvöllur. Það þarf einhvern atburð sem verið margfalt stærri heldur en sést hefur bara til þess að ógna raunverulega þessum stöðum. Það bara svoleiðis. Og nú einhver hluti Hafnarfjarðar það svona, en það ætti að vera hægt að ráða við það og svo nokkur, þar náttúrulega vissulega Heimaey, en það náttúrulega nýbúið að vera virkni þar og sennilegt að hún sé búin í langan tíma og það mjög langt á milli gosa þarna. En það verður að fylgjast með því, en ég held líka að það ekkert að fara að flytja burt úr bænum út að mögulega geti gosið einhvern í framtíðinni. Svo kemur veruleg. Það vissulega Grindavík, hún sérstöðu punktur, hún svo berskjölduð. Og vellirnir í Hafnarfirði, nýju þarna, svæðið og iðnaðarsvæðið Straumsvík. Þetta eru þeir staðir sem ég kalla þéttbýlisstaðir sem eru virkilega útsettir og þarf að hafa áhyggjur af eða þarf að hugsa og mikil uppbygging á svona svæðum eykur mjög mikið berskjöldun svæðana og tjónnæmið okkar. Þannig að þetta nú svona það sem ég held að þurfa að hugsa og svo ég tökum þetta saman að þá sem stærstu hluti þéttbýlis á Íslandi ekki í umtalsverðri hættu vegna hraunrennslis. Nú Austurland, Vestfirðir, Norðurland, Vesturland og Suðusturland utan hættusvæða. Stærstu hluti Reykjavíkur utan hættusvæðis með hraunrennsli. Það bara þannig. Og nú nokkri þéttbýlisstaðir eru byggðir á hrauni frá nútíma en það eru líkur að hraun á þeim á Suðurlandi og Snæfellsnesi bara mjög litlar. Mývatnssveit, það mjög litla líkur á gjósi það næstu 100-200 ári. Það bara, ef við tökum tóman tank og reynum að hella úr honum, það kemur ekkert úr honum. Það bara eitthvað sem við kunnum. Það tekur allt sinn tíma. Þar var náttúrulega Kröflueldar ekki mjög langt síðan þeir urðu. Svo Heimaey virkt gossvæði en tíðni gosa mjög lág. Það verður eftir nokkur þúsund ára á milli gosa þarna. Núna síðust mörg þúsund ári. Grindavík mjög útsett fyrir hraunrennsli en það eru góðar horfur að við séum í lokum þessa fasa þar. Það líkra ef að heldur áfram að hoppi þá annað. Og það eru góðar horfur að varnargarðin bjargi bænum og þannig að eftir að núverandi virkna Sundhnúksgígarauðni líkur að þá eru góða líkur á að svæði sig úr hættu næstu 1000 árin. Þetta ekki komið en þetta eru góða líkur á þessu. Svo eru vellirnir í Hafnarfirði og iðnaðarsvæði við Straumsvík mjög útsett fyrir hrauni, ekki einfalt að bjarga með varnargörðum
og hvað það sem skiptir mestu máli? Ég held að við verðum að horfa þetta til framtíðar. Velja byggingasvæði á Reykjanesskaga með tilliti til hættu af hraungosum. Og þetta hljómar eins og náttúrulega bara selvfölgli hefði númer 1, 2, 3, en bara það svo mikið þrýstingur að nýta einhver pláss. Ég veit að í Hafnarfirði hefur pælingu að setja upp nýja byggð, sko vestan við álverið, vegna plássleysis. En ég myndi segja það verður að taka þessa hluti inn í og einn möguleikinn varðandi það til þess að svona ýta undir skynsemi í þessu að það sé ákveðinu varnir sem þurfa að byggja. Ef þú byggja hverfi fyrir vestan Hafnarfjörð þarna á hraununum, þá verður að byggja varnargarða líka og kostnaðurinn við þá verður settur inn í húsin. Það myndi virka mjög vel. Og þessu sögðu þá bara þakka ég fyrir. Góðir gestir, þá komið að lokum þessara dagskrár. Ég vil nú nota þetta tækifæri til þess að þakka Magnús Tuma kærlega fyrir erindið. Hann bregst aldrei aðdáendum sínum, Magnús Tumi. Hann að fjalla alvarleg mál en hann eins og aðrir vísindamenn, þeir setja, þetta eru miklir sérfræðingar, en þeir setja þessar upplýsingar allar fram einhvern veginn með svo skemmtilegum hætti og einföldum, þannig að við sem lifum í raunheimum skiljum það sem að fram fer. Og að því að hérna það verið að rósa fólki hér í bak og fyrir að þá viljum við nota tækifæri til þess að rósa Magnús Tuma og hans kollegum fyrir það hvað þeir og þau hafa verið viljug bæði til þess að koma hingað á fund eins og þennan til þess að útskýra fyrir okkur hvað að gerast í eldgosa kerfinu eða þegar það kemur að jarðskjálftunum og öllum þessum áhættum sem við erum að takast við á hverjum degi í okkar störfum, og þetta svo mikilvægt að eiga aðgang að öllum þessum frábæru vísindamönnum sem eru reiðubúin til þess að upplýsa okkur sína þekkingu, en fyrir stofnun eins og okkar ekki síður að eiga þá að í samskiptum okkar við þá sem við þurfum að díla við eins og endurtryggjendur og aðra slíka. Þannig að Magnús, þakka þér kærlega fyrir og þér persónulega og fyrir hönd þinna kollega. Þetta alveg sérstaklega skemmtilegt að fá þig hingað með svona áhugavert og vel framsett erindi sem ég sé að áhugi fyrir, og ég held Hulda að við ættum að reyna að hafa þetta árlega, að fá þessa miklu sérfræðinga til þess að útskýra fyrir okkur á mannamáli hvernig hlutirnir ganga fyrir sig og hvernig þetta mun verða næstu svona 1.000.000 árin eða 2. En að þessu sögðu þá vil ég líka þakka ykkur öllum kærlega fyrir að sýna starfsemi stofnunarinnar áhuga og koma hingað og vera með okkur á þessum ársfundi. Það alltaf gaman að sjá hversu margir koma á ársfundin og eru hérna með okkur. Gestum alltaf að fjölga og ég held að það sé nú ekki síst þessum áhugaverðu fyrirlesturum sem við höfum verið að fá hingað til þess að fjalla þessi málefni og vera að þakka. Þannig að fundið slitið, kærar þakkir öll fyrir komuna og við sjáumst vonandi sem flest að ári. Takk fyrir okkur.